hvað erfðatækni og hvað ræktun og hver munurinn á þessu tvennu. Erfðatækni þegar við erum að breyta einhverju í erfðaefni lífvera. Við erum að taka oft eiginleika úr einni lífveru og færa yfir í aðra. Það alls ekki þannig að við getum fært hvaða eiginleika sem úr hvaða lífveru sem yfir í hvaða lífveru sem Það alls ekki þannig. En stundum getum við tekið einhvern eiginleika og fært hann á milli. Eitt einfaldasta dæmið þetta ef ég með til dæmis gen fyrir því á litningi, bút af litningi, gen bara bútur af litningi, fyrir því hvernig á að búa til insúlín. Við mennirnir kunnum að búa til insúlín, en ef við erum með sykursýki þá annarkvort genið bilað eða brisið sem framleiðir þetta bara að einhverju leyti bilað. Þetta hætt að virka. Og þá þarf að sprauta okkur insúlíni. Hérna áður var erfitt að vinna insúlín, þú þurfti að fá það eiginlega út bara fólki. En nú getum við gert það á einfaldari hátt með því að taka bakteríu og bakteríur eru með hringlaga litning sem heitir plasmíð. Og ef ég get komið þessu geni inn í bakteríuna þannig að bakterían verði áfram með sinn hringlaga litning en insúlín uppskriftin komin með, þá kann þessi baktería framleiða insúlín. Og ég með heilan tank af bakteríum, það bara að gefa þeim að éta og þá framleiðar insúlín svo þarf ég bara að hreinsa það. Svona þetta að framleiða insúlín í gríðarlegu magni á tiltölulega einfaldan hátt. Við notum erfðatækni líka til þess að gera plöntur stærri, til þess að framleiða meiri mat, fá meira hveiti, fá meira korn, gera plöntur harðgerðari, þola betur þurrk, þola betur hita, þola betur vind, þola betur ákveðin skordýr. Alls konar svona hlutir sem að hjálpa okkur í að framleiða meiri mat. En hvað þýðir þetta? Þetta bara jákvætt? Snýst þetta bara að fá eitthvað meira? Nei, vandamálið pínu að þegar við erum farin að erfðabreyta, þá fyrsta lagi bara að fikta í einhverju sem við vitum ekki endilega hvar endar. Hefur þetta einhver langtíma áhrif að vera fikt í erfðaefninu? Mögulega. Við erum ekki búin að gera þetta nógu lengi til þess að sjá langtíma áhrifin. Það hefur líka áhrif á fjölbreytileikann, á lífbreytileikann. Hvað mikil fjölbreytileiki í lífríkinu hjá okkur? Því að ef við ræktum mikið, þetta alltaf sama. Þetta allt sömu plönturnar með sama erfðaefni með sömu eiginleikana. Hvað það kemur upp sjúkdómur sem það ráð ekki við, þá fer þetta bara allt saman. Þannig að það ákveðin vandamál hvað varðar fjölbreytileikann og bara í ræktun almennt það vandamál. Þannig að þetta ákveðið flókið. Kynbætur hins vegar eitthvað sem við erum búin að stunda í þúsundir ára. Kynbætur það sem bændur gera þegar þeir velja. Ég á kannski 10 kindur og ég ætla að láta 2 lamb lifa, 2 gimbrar og þá vel ég þær gimbrar sem eru með þann vöxt sem ég vil fá upp á kjötframleiðslu með bestu ullina ef ég að spá í það eða eitthvað í þáttina. Og þá vel ég gimbrar sem ég vil að lifi. Ég læti ekki bara einhverjar 2 lifa, heldur þær sem hafa þá eiginleika sem ég vil fá í stofninn minn. Ég viss að fá það áfram í lömbunum þeirra? Nei, en það líklegra af því þær hafi þessa eiginleika. Þannig að í kynbótum þá erum við að velja hver fjölgar sér og ég vel hvað hrúti ég set á þar til þess að búa til lamb. Og þeir hafi helst þessa eiginleika líka, aftur til þess að auka líkurnar. Í erfðatækninni þá veit ég niðurstöðuna. Ég veit hvað gerist. Að ég bara að færa þessar upplýsingar hingað. En í kynbótum þá erum við bara að auka líkur á við fáum það sem við viljum. Munurinn samt sá að í kynbótunum fáum við meiri fjölbreytileika með. Af því að við fáum ekkert alltaf það sem við viljum og stundum fáum við eitthvað betra. Hér fæ ég ekki endilega eitthvað betra. Af því að það getur orðið stökkbreytingar í kynbótunum, þetta verður alltaf bara svona. Líkurnar á þetta fara að stökkbreytast og verða eitthvað allt öðruvísi, auðvitað getur það gerst, en það ekki þannig að það gerist hjá fjöldanum, það gerist þá hjá bara einum og einum. Það gerir þetta pínu flókið. Þannig að kynbætur, þá erum við að velja einstaklingar sem lifa til þess að búa til fleiri afkvæmi og þá aukum við líkurnar á að fá enginn áfram í erfðatækni, þá vitum við hvað við fáum.